Komið sæl og blessu og velkomin í annan þátt af Apología. Í dag ætlum við að halda áfram með þáttinn sem við byrjum á í rauninni seinustu viku. Það sem við erum búin að gera seinustu vikunar er að fara yfir mismunandi spádóma í Biblíunni sem eru skrifaðir hundruðum ára áður en þeir gerast. Og þessa vikuna og reyndar í seinustu viku þá erum við að fókusa á komu Messias. Það er að segja spádómar þennan smurða af Guði sem eru skrifuð hundruðum ára áður en að Jesús Kristur kemur á jörðinni sem lýsa starfi hans og dauða og uppreissu og annað eins. Þannig að við ætlum að taka seinni hlutan í dag og við ætlum að dvelja á þessum spádómum. Þegar þú setur þessar tvo hluti saman og þú áttaði á því að það er engin önnur persóna í mannkyns sögunni sem þetta getur átt við nemum Jesú Kristur, þá er nemum Jesú Krist þar að segja. Það er rosalega merkilegt finnst mér. Nú ætlum að dvelja á öllum þeim loforðum, að margir sem hafa sagt í gennum tíðina að þú getur látið þetta passa við hvaða mann sem er eða persónu sem er í gennum mannkyns söguna, en ég held að svo sé ekki, þannig að við ætlum að dvelja á þessu í dag. Endilega verður með okkur. Alright, áður við hoppum inn í þetta þá langar mig að fara fyrst yfir það að hvar sem þú ert að hlusta á þessa þætti eða þú ert að horfa á það, þá erum við með þessa þætti á YouTube, við erum með þetta á Facebook síðu Loftstofunar líka, við erum líka með þetta sem podcast form ef þú hefur ekki áhuga á að horfa á mig sitja fyrir framan tölvu allan daginn og vilt bara heyra hvað ég hafa að segja, þá endilega getur þú farið á fundið Loftstofu podcastið á held ég flest öllum svona plattformum nema iTunes er eitthvað trekt á því að veit okkur leyfi til þess að hafa þess að þætti þar, en við erum að bíða eftir að það komi inn, það ætti að koma inn vonandi bara fljótlega. Mér langar líka að minna á það að ef þið langar að senda inn spurningar þá getur þið senda á apologia@loftstofan.is og ef þið langar að koma samkomur hjá okkur þá vorum við að taka ákvörðun það sem kirkja að við ætlum að færa okkur yfir á eina samkoma á sunnudum. Guði blessa okkur með fólki sem er frá rosalega mörgum þjóðum í heiminum. Við erum með svona góðan hluta, kannski aðeins meira en helmingin af fólkinu sem er frá Íslandi og svo erum við með fólk frá Pólandi og Írlandi og Suður Afríku og Ghana og Bandaríkjunum og Kanada og Þýskalandi og fullt af löndum, Litáin og annað eins. Þannig að við ætlum að færa okkur yfir í eina samkoma á sunnudum, þannig að ég ætla að segja ykkur frá því að ykkur er velkomið að koma ef þú kant ensku, fílar ensku, þá getur þú komið á sunnudum klukkan 11, byrja samkomur hjá okkur eftir áramót. En þangað til, það er að segja út árið 2018 þá verðum við með 2 samkomur á sunnudum, fyrir utan reyndar núna 2003 fyrir jólasamkomuna, þá er þessi seinasta samkoma á árinu, 2 samkomur, þetta er svolítið flókis, ég er ekki komið svo vel frá mér, það er alltaf 2 samkomur á sunnudum, seinasta sunnudaginn á þessu ári. Og þá er það sunnudagssamkomur klukkan 10:45 á ensku og svo klukkan 1 á íslensku. En eftir að 2019 tekur við þá færum við okkur yfir í eina samkoma sunnudum á ensku klukkan 11 á morgnana. Þannig að endilega látið sjá okkur þar. Ef þú erum með einhverja spurningar og annað, er velkomin að koma samkomur með þínar spurningar og efasemdir og mistöku hvaðana sem fylgir því að vera þú. Það verður ótrúlega gaman að sjá þig. Áður við hoppum inn í efnið fyrir þennan þátt, þá langum við að renna yfir það sem við tölum í seinasta þætti. Við erum búin að tala nokkuð marga spádóma í seinasta þætti sem voru aðalega að díla við til dæmis hvaða ætti að fá þetta lofur sem að Guð var búin að lofa alveg frá því að heimurinn féll í synd frá Adam og Evu. Nú, þau einkenni sem við erum að leitast að í þessum Messias, hennum smurða eða gríska orði fyrir Messias, Kristur, það er maður, það er að segja hann þarf að vera maður, hann getur ekki verið engill eða andi, hann þarf að koma og hann þarf að sigra Satan, hann mun þjást, hann mun vera gyðingur sem kemur í gennum Abraham og það er ekki bara Ísrael sem mun hljóta blessun fyrir koma hans, heldur heimurinn allur. Og nú þegar við erum að dvelja á jólunum þá getum við lesið til dæmis Lúkasarguðspjalli í öðrum kafla hvað englarnir segja við hirðan út í haga, það segja að þetta er gleðiboðskapur öllu fólki. Nú hann þarf að vera afkomandi ákveðina einstaklinga í gennum mannkynsöguna, hann þarf að vera afkomandi Abrahams og Ísaks og Jakobs og Júda og Ísæ og Davíð konungs og svo Serubabel Sealtielsson. Þannig að þannig leiður við búin að, þetta er ennþá svolítið vítt, granted, það getur mjög margir sem eru afkomandi þessa einstaklinga, en hann þarf að vera afkomið til þessa einstaklinga, þannig að það er aðeins að vera ítarlegar eins og þessi spádómar hins smurða gerast í gennum Biblíuna. Nú hann verður að vera konungur og hann verður að vera spámaður, hann verður að vera þekktur sem drottinn okkar réttlæti, sem er náttúrulega bara kristin guðfræði. Við trúum ekki því að ég vinni mér inn réttis að vera á himnum, heldur að ég trúi og treysti á Jesú Krist, að hann hafi dáið fyrir mína syndir, tekið á sig mína skömm og gert mér réttlætan fram fyrir Guði, og hann er þekktur sem réttlæti allra kristinna
ákveðna manna. Nú, hann þarf að sjá fyrir því réttlæti á Moría fjalli og þetta þarf alltaf gerast áður en að Jerúsalem og musterið er lagt í rúst 70 árum eftir Krist, út af því að þú ætlar að fara eftir þessum ættartölum og þú ætlar að leitast eftir sönnun að einhver einstaklingur sé afkomendur Abraham og Ísaks og Jakobs og Júda og allt það, þá var það allt eyðilagt þegar að Róm kom inn og þeir eyðilögðu Jerúsalem 70 árum eftir Krist. Þannig að þú getur verið í dag og þú getur verið gyðingur og þú getur sagt ég er afkomandi Júda, en það er engin leið fyrir þig til þess að sannreina það að þú sért afkomandi Júda, og ég held að ástæðan fyrir því að þessi spátumar eru til staðar er svo hægt sé að sannreina hvort að einhver sé Messias. Það getur ekki hvaða plebbi sem er komið labbandi niður strætin og sagt vera Messias, þú þarft að uppfylla ákveðna kröfur og hluti af þeim kröfum er hvaða ætt þú ert komin af, og ef þú getur ekki lengur sannreint hvaða ætt þú ert komin af, þá verður þetta gerast áður en að það eyðilagst. Nú, í Guðspjöllunum, í Lúkasu Guðspjalli og í Mattíusu Guðspjalli, þá erum við 2 ættartölur fyrir Jesú Krist og allir þessir einstaklingar eru í þeim ættartölum. Nú, við ætlum að halda áfram. Sko, þannig að við erum komið þessa upplýsingar hingað til. Svo heldum við áfram í til dæmis Daniels bók í Biblíunni, 9. kafla sem við erum að fara út í núna eftir nokkra vikur. Við erum að fara í gegnum Daniels bók sem kirkja senastu mánuði. Við tókum smá pásu fyrir jólin til þess að díla eins við holdgun Guðs, en í 9. kafla sem við munum fara í hérna eftir nokkra vikur er gefið okkur upp á ár hvenar þessi Messias mun koma. Jafnvel ítalægra en bara fyrir eyðileggingu í Jerúsalem 70 árum eftir Krist, að gefa okkur upp á ár hvenær þessi Messias mun koma. Nú, og allar þessar þýðingar á þessum texta sem að gefur upp á ár hvenær þessi Messias mun koma, gefið þér upp tímaramma sem er í lífi í Jesú Krist. Nú, hér er ástæðan fyrir því að margir eru ósammála. Til dæmis, við verðum að muna það þegar við erum að lesa Biblíuna, Daniels bók, 9. kafli, þegar að tala um ár, þá verðum við að spyrja okkur hvað var ár fyrir þeim. Út af því að þeirra ár var ekki farið eftir sólinni, það var ekki einhverja ákveðin dagar koma bla bla bla. Þú veist, þeir voru með 30 daga í hverju mánuði, þeir fóru eftir tunglinu og það eru styttir í ár í þeirra tölu og þú þarfst að taka alls konar svona dæmi inn í þetta reikningsdæmi, þannig að það er einhverju ósammála nákvæmlega hvernig þetta er. Ég held að einhverju sé líka miskiljað, 0 var ekki ár, það var 1 eftir Krist og 1 fyrir Krist, það var hliðin á hvort öðru. Þannig að það er einhverju svona að rífast þetta, en hvaða niðurstaða sem þú færð úr Daniels bók, að þá kemstu að þeirri niðurstöðu að þetta ár sem er verið að tala um er í lífstíð Jesú Krist. Og þetta er ástæðan fyrir því að til og með skýðingarritin eins og Talmúd, babylonski Talmúdinn og annað eins, segja að allir tímarammar fyrir komu Messias eru liðnir. Það er ekki séns að Messias sé að koma, líka út af ýmsum loforðum sem eiga við að hann þurft að koma inn í annað musterið gyðinga sem er lengur búið að eyðileggja 70 árum eftir Krist. Nú, í Sálmi 22 og Jesaja 53, og ég veit að ég kannski, ef þú ert ekki búin að kynna í Biblíuna, að þá er kannski skrítið að ég segi bara nöfn og svo einhverja tölu eins og Mattíus 22. Ef þú ert ekki búin að, þetta eru bækur í Biblíunni sem ég er að vitna í, til dæmis Jesaja var spámaður sem skrifaði bókina Jesaja, og það er búið að skipta þeim niður í kafla, þannig að þegar ég segi tölunar þá er ég að tala um kaflana, og svo stundum segi 53, 22, þá er ég að tala um kafla og vers og annað. Allavega, ef þú ert að hlusta og þú ert ekki kristin eða búin að lesa Biblíuna lengi, þá langaði mig bara að gefa aðeins smá útskýringu fyrir þessu. Það er farið ítalega í hvernig Messias mun vera drepinn og að hann mun rísa upp frá dauðum í Sálmi 22 og Jesaja 53. Nú, hann verður gegnum stungin á báðum höndum og báðum fótum. Hversu skrítið er það? Bara, við erum búin að fara í Jesaja 53 og Sálm 22 hér í apologíu fyrir kannski 3 vikum eða svo, en ég spurði þar og ég spyr aftur, getur þú ímyndað þér einhver dauðdaga sem gerir það að verkum að þú ert gegnum stungin á báðum höndum og báðum fótum? Það er mjög erfitt að reyna að ímynda sér hvernig það gerist. Hann er svikinn, og það kemur fram líka að það er skipt klæði hans og kastað klæði hans, sem fyrir mörgum kannski hljómar eins og mótsögn, byrju hvort er skipt klæði hans eða kastað klæði hans, en það er gert bæði við dauða Jesú Krist, og við erum búin að gera myndbönd þetta hérna
í síðustu apologium. Hann deyr glæpamannsdauða, hann lagður í gröf ríkra manna. Bein hans eru gliðnuð í sundur, hann útteygður, hann með vökvatap, út úr honum rennur blóð og vatn. Við erum bókstaflega með hvað að mér í dag? Ítarlegustu lýsingu á dauða Jesú Krist mörg 100 árum áður en hann kemur og á jörðinni. Það sem lýsir dauða Jesú Krist mest ítarlega í Biblíunni eru ritin sem spá dauða Jesú Krist, frekar en Guðspjöllin sem skrifa og skrifuðu af þeim einstaklingum sem sáu dauða Jesú Krist eiga sér stað. Nú þau sögðu þér hvernig hann dó við krossfestingu og annað eins, en það ekki farið ítarlega út í hvernig krossfestingin leit út og annað eins. En þegar þú lestir það með Jesaja 53 og Psalm 22, þá sérðu það verið að lýsa krossfestingu sem eiga sér stað. Og hann til dæmis í þessum tveim köflum, þá kemur líka fram að hann sem sagt þetta gerist ekki í einrúm ekstar, hann ekki tekinn afsíðis og dreipinn þar, þetta verið framan hóp af fólki. Þetta svona public execution, eins og einhver myndi segja á góður íslensku. En við erum ekki búin, hann þarf líka að fæðast á ákveðnum stað og þetta eitthvað sem við höldum upp á í dag, þú veist, á jólunum. Þá erum við að halda upp á fæðingu frelsarans. Ég ekkert endilega sannfærður það að Jesús hafi fæðst á þessum degi eins og sumir eru, en það skiptir ekki máli fyrir mér langar að fagna fæðingu frelsara míns hvort sem að ég veit að hann fættist á þessum degi eða ekki. Mér finnst það æðislegt að fagna fæðingu frelsarans. Nú í Míka, sem önnur bók í Biblíunni í Gamla testamentinu, í 5. kafla í versi 1, þá kemur þessu spádómur fram og þetta í rauninni spádómur sem notaður af Herodes sem vill drepa Jesú og hann spyr hvar á Messias að fæðast og það kemur einn einstaklingur sem að greinilega kann á Biblíuna og hefur heyrt þessa spádóma komi Messias og hann les þennan spádóm fyrir hann til þess að hann viti hvar hann á að fara og drepa öll börn til þess að þau ógni ekki sínu valdi sem konungur gyðinga. Míka 5:1 og þú, Bethlehem Efrata, þótt þú sért einna minnst af héraðsborgum í Júda, þá skal þó frá þér koma sá vera skal drottnari í Ísrael og ætterni hans vera frá liðinni öld frá fortíðar dögum. Ótrúlega töff. Bæði verið að tala að hann að fæðast en hann ekki að skapast á þessum tíma. Hann frá liðinum dögum. Þegar hann fæðist þá líf hans ekki að byrja eða þegar heldur hann Guð sem tekur á sig hold og hann á að fæðast í Bethlehem Efrata. Nú Efrata, það eru 2 Bethlehem sem komu til greina. Bethlehem Efrata einn sérstök Bethlehem. Nú hann var til áður en hann fættist eins og kemur fram og hvar fæðist Jesú? Í Bethlehem. Hvað gerir Herodes til að reyna að drepa Jesú því hann vill vera konungur gyðinga? Hann kallar til sín fræðimenn gyðinga og spyr hvar Messias átti að fæðast og þeir segja honum Bethlehem og benda á þessi vers sem við erum að lesa. María og Jósef flýja vitandi að eitthvað slæmt á leiðinni og hann drepur öll ungbörn undir 2 ára aldri þar. Nú það einhverjir sem myndi segja soldið íkt, það ekki séns að einhver í mannkynnssögunni eitthvað með vald geti bara fara að drepa öll ungbörn yngri en 2 ára í einhverjum ákveðnum bæ. Eða ef þú kynnir þér líf Herodesar þá áttar það á því að hann var ógeðislegur karakter. Til dæmis var hann búinn að drepa tengdafaðir sinn, hann búinn að drepa nokkrar af 10 eiginkonum sínum, hann drap 2 syni sína á hrottalegan hátt rétt áður en að hann dó út af því að hann var hræddur að þeir var að taka vald á honum. Og þegar það kemur fram til dæmis í Matteusarguðspjalli í öðrum kafla þegar tala að hann var sleginn 8 út af því að vitringarnir komu og spurði hvar konungur gyðinga sem var að fæðast, að þá fær hann 8 yfir sig og textin segir öll Jerúsalem var óttaslegin með honum því að þeir vissu, þetta var hræðilegur einstaklingur sem hefði gert hræðilega hluti. Hvað mun gerast núna þegar hann óttaslegin og heldur að það sé ykkur uppreist að fara að koma gegn honum því að það annar konungur fættur? Ef hann var tilbúin að drepa 2 syni sína fyrir það að vera hræddur að þeir myndu taka sér vald, hvað ætlar hann að gera núna þegar hann þekkir ekki einu einstakling og fólk byrjað að kalla hann konungur gyðinga? Þannig að þetta passar alveg við karakterin á hann. En hann kom ekki bara
til að mæta svæðið, einhver þurfti að vera að koma á undan honum og leggja leið fyrir komu hans. Í Malaki, önnur bók í Gamla testamentinu, í 3. kafla, versi 1, þá stendur þetta: Sjá, ég sendi sendiboða minn og hann mun greiða veginn fyrir mér og bráðlega mun hann koma til musteri síns. Sá drottinn þér leitið og engill sáttmálans, sá þér þráið. Sjá, hann kemur, segir drottinn allsherjar. Nú, og hvað gerist eftir Malaki bók? Þetta seinasta bókin í Gamla testamentinu. Þú flettur eina blaðsíðu, 400 ára þögn eiga sér stað. Það engin annar spámaður sem kemur, það engin sem talar fyrir hönd Guðs, og svo allt í einu kemur annar spámaður og hann bindur enda á þögnina með því að koma og tala, og það Jóhannes skýrari sem segir að hann sé komin ekki til þess að vera Messias, ekki til þess að segjast vera Guð sem komin í hold, heldur til þess að undirbúa veg drottins. Það að segja, hann að fara að koma. Við sjáum þetta til dæmis í Jóhannes Guðspjalli í 1. kafla, versi 23. Nú, og hver þessi boðberi sáttmálans sem að fara að koma? Hann mun koma til musteri síns. Þannig að samkvæmt Malaki, hvaða musteri hann að tala um? Hver á musterið? Það Guð, og þessi sendiboði Guð, rétt eins og aðrir messianskir spádómar tala Messias sem Guð. Ef þið langar að skoða þetta í Biblíunni, þá getur þið farið til dæmis í Sakaría 12:10, í Esekiel 34 og svo framvegis. Og hvaða musteri hann að tala um? Hann að tala um annað musteri sem byggt og eyðilagt 70 árum eftir Krist. Þannig að enn og aftur þá fáum við þetta þarf að gerast áður en að þetta musteri lagt í rúst 70 árum eftir Krist. Hann þarf líka að gera ýmsa hluti. Til dæmis í Sakaría í 9. kafla, 9. versi, þá segir: Fagna þú mjög, dóttirinn Síon, lát gleðilátum, dóttirinn Jerúsalem. Sjá, konungur þinn kemur til þín, réttlátur hann og sigursæll, lítur látur og ríður asna, ungum ösnu fóla. Nú, hann þarf að vera lítillátur, hann þarf að koma inn í Jerúsalem og ekki bara einhver veginn, hann þarf að koma með ákveðnum hætti, hann þarf að koma á asna. Þannig enn og aftur getum við sagt, þetta þýðir að þetta þurfi að eiga sér stað fyrir löngu, því að við getum ekki verið að horfa á Jerúsalem núna að fylgjast með bara hvaða gaur sem kemur inn á asna. Það mjög sjaldgæft að það sé að gerast núna. Líklegt að enginn sé að fara að koma inn í Jerúsalem á asna í dag. Þannig að enn og aftur eitthvað sem ítur okkur aftur í tímalínu. Þetta þarf að vera eitthvað sem búið að gerast. Og hvað gerir svo? Það sem við köllum Pálmasunnudag það sem við fögnum því að hann kom inn í Jerúsalem, og hann kom lítillátur á asna. Jerúsalem byrjar að fagna honum og þeir hrópa Hósanna, sem þýðir frelsa þú oss. Þetta atvikið sem að leiðir að krossfestingu hans. Og það þegar við vorum að tala Daniel 9. kafla, að þá einhverjir sem vilja benda á það að þetta sé ekki bara upp á ár verið að spá hvenær Messias mun koma, heldur upp á dag, og þessi dagur þegar hann kemur inn í Jerúsalem á Pálmasunnudegi, sem að leiðir svo að krossfestingu hans. Út af því að það áhugavert þegar þú lest Guðspjöllin til dæmis, að í gennum Guðspjöllin þá hann ofta að gera kraftaverk, og hann ekki segja fólki hver ég haldið þessu fyrir sjálfan ykkur, þið vitið að ég sé Messias. En þegar hann kemur inn í Jerúsalem á Pálmasunnudegi, að þá segir hann við trúarleiðtogana sem segir: segðu liðnum að hætta að tilbiðja þig. Og segir hann: ef ég segi að hætta að tilbiðja mig núna, þá mun steinarnir fara að tilbiðja mig. Þetta dagurinn þar sem ég á að opinberast fyrir Ísrael sem Messias. Og það einhverjir sem hafa reynt að reikna út dæmið í Daniels bók, sem ég treysti frekar vel, sem að segja að þetta dagurinn sem að Daniel á við. Þetta ekki bara spátumur upp á ár hvenær að Messias muni koma, heldur upp á dag, og þessi dagur Pálmasunnudagur, þegar að Jesus kemur inn í Jerúsalem á asna og neitar að segja fólki að hætta eða ekki segja frá hver hann Hann opinberast Ísrael sem Messias. Nú það eru gyðingarabbinar sem hafa skrifað athugasemdir til dæmis þetta vers í babylonska talmúdnum og tala að þetta sem loforð Messias, og segja að þetta eigi við að hann þurfi að koma á öðru musterinu, ekki fyrsta eða einhverju framtíðamustri. Hann þurfi að koma á musterinu sem að Malaki var að tala
og aðtögið að þetta eru gyðingar, þetta eru ekki einstaklingar sem trúa því að Jesús Kristus sé Messias. Þeir eru enn sumir hverjir að bíða eftir Messias, og þeir segja, þessir babylonsku talmúdar, þetta rit, þeir tala þessi rabbínar sem að skrifa þessa athugasemdir þetta vers, þeir tala að þetta vers þýðir að þetta þurfi að eiga við annað musteri gyðinga sem var lagt í rúst 70 árum eftir Krist, enn og aftur. Nú hann þarf líka að vera fæddur á hreinni mey, Jesaja 7:14, fyrir því mun drottinn gefið tákn sjálfur. Sjá, yngi smær verður þunguð og fæðir son og lætur hann heita Immanuel. Nú, enn og aftur, ég veit ekki, þú veist, ég er ekki æðislegur í íslensku, ég skal gefa ykkur það. Yngi smær, ætli það gæti verið að tala hreina mey, ég veit ekki alveg, tekur fólk því þannig þegar það lesa þennan texta, ég veit það ekki heldur, ég held að þýðingin gæti verið betri, en ef það er einhverjir einstaklingar sem vilja segja að þetta á ekki við að hún muni vera hrein mey, það er bara að vera að tala að ung stelpa muni eignast barn, og ég segi, hvers konar tákn er það? Vessið byrjar fyrir því mun drottinn gefið tákn, og táknið á að vera ung kona eignast barn, sem hvað í ósköpunum er í gangi núna maður? Allavega, ég skil ekki nákvæmlega hvernig það á að vera tákn í sjálfum sér ef að ung kona eignast barn, en líka þýðingin á þessu vessi í öllum öðrum þýðingum sem ég er búin að kynna mér að þetta er verið að tala hreina mey. Það er táknið, að hún er ekki búin að stunda kynlíf en er samt ólétt, og það er fyrir eitthvað undarlegt tákn sem að gerist ekki á hverju miðvikudegi og myndi passa sem gott tákn. Það er raunverulega kraftaverk, og vessi segir líka að hann mun heita Immanuel. Hvað þýðir það? Guð með oss. Það er áhugavert að við nánast öll nöfn í íslenskunni sem enda á el, Mikael, Gabriel, annað eins, hefur eitthvað að gera með Guð. Til dæmis Mikael þýðir hver er sem Guð. Þetta eru gömul hebresku nöfn, og Elohim er orðið fyrir Guð. Allavega, Immanuel þýðir Guð með oss. Og hvað segir fólk Jesú? Þetta var Guð með oss. Þetta var Guð með oss. Hann gekk á meðal okkar. Hann tók á sig hold. Þetta var bara ekki annar maður, einhver fín einstaklingur. Þetta var Guð sem tók á sig hold og gekk á meðal okkar. Nú, líka annað, bara drottinn, til dæmis, margir voru drepnir fyrir það, að segja Kristus Kurias, að Jesús er drottinn, þegar að það átti ekki að segja neitt sér drottinn nema Sesar í rómversku samfélagi, að þá var drepið marga kristna fyrir að neita að segja að Sesar sé drottinn, og þeir játuðu Jesús sem drottinn, og drottinn, til dæmis, ef þú lest ekki Gamla testamentið, hver er kallaður drottinn? Það er Guð sjálfur, Guð Ísraels. Nú, er einhver annar í mannkins sögunni sem er frambjóðandi, sem að passa við öll þessi mismunandi tákn? Ég þarf ekki einu að segja að þetta sannreini það að allt þetta gerðist, en ég bara spyr, er einhver annar sem kemur til greina til þess að uppfylla það sem við erum búin að tala hér í dag? Kemur inn í Jerúsalem á asna, það er erfitt að gera það í dag, fæðist þar hreinni mey, ok, þú kannski trúið ekki, en er einhver önnur manneskja í mannkins sögunni sem hefur uppfyllt þessa spádóma og gæti jável óvart uppfyllt þessa spádóma? Gætir þú raunverulega sagt að ég get látið spádóma Gamla testamentsins tala hvern sem er þegar þú tekur inn öll þessi smáatriði sem benda á Jesú Krist, og ég segi, þú getur það ekki. Fólk hefur sagt mig, Gunni, ég get látið spádóma í Biblíunni eiga við Hitler eða þú veist, Trump. Ég get látið þess að spádóma passa við alla, og það er oftast rétt með flest alla aðra spádóma. Þeir eru mjög víðir og það er hægt að túlka þá á alls konar vegu, en þegar þú byrjar að vinna því gennum spádóma Gamla testamentisins, sérstaklega þegar verið að tala þennan hinn smurða, þá áttar það á því að það byrjar fyrir eitthvað breytt, vítt og breytt, eins og í 1. Mósebók 3. kapla, að það mun einhver koma, hann þarf að vera maður og hann mun sigra Satan og hann mun þjást, þú veist. Ok, það geti átt við marga, og margi getur sagt ég sigraði Satan og ég fengið að þjást fyrir það. En svo lestu áfram Biblíuna og spádómar vera ítalegri og ítalegri og ítalegri. Þetta er ekki einhver spádómar það sem að segir, þú veist, að maður með 2 eyru kemur og segir æðislega hluti. Þetta verður ítalegra og ítalegra því meira sem þú lest í gennum alla Biblíuna.
einhver annar frambjóðandi í mannkins sögunni sem að passar við þessa hluti? Engin. Það engin annar sem kynni greina. Afsakið þetta hljóð, ég vonaði þessi ekki alveg að heyra þetta mikið og ég, þetta rosalega böggandi. Ég var að reyna að finna tíma til þess að taka þetta upp í dag, það eitthvað búin að vera einhver framkvæmdum hérna í húsinu. Ég vona þetta sé ekki alveg ógeðslega böggandi. En við höldum áfram, hann þarf að gera kraftaverk. Jesaja 35, 5-6. Þá munu augu hinna blindu upplúkast og opnast eyru hinna daufu. Þá mun hinn halti létta sér hjörtur og tunga hins mállausa fagna lofsyngjandi, því að vatnslindi spretta upp í eyðimörkinni og lækir á öræfum. Jesaja 42, 6-7. Ég, drottinn, hef kallað þig til réttlætis og held í höndina. Ég mun varðveita þig og gjöra þig að sáttmála fyrir líðin og að ljósi fyrir þjóðinnar, til að opna hinn blindu augu, til að leiða út úr varðhaldi þá bundnir eru og úr dýflísunu þá í myrkri sitja. Og hvaða kraftaverk Jesú? Jafnvel þegar að gyðingarnir voru að reyna að koma móti honum, að þá afneituðu því ekki að Jesús hafi ekki gert kraftaverk. Þeir reyndu að ráðast á hvaðan valdið kom til þess að gera kraftaverkin. Þeir sögðu að hann gerði kraftaverk með valdi Satans, að hann var að gera þessi kraftaverk með illum öndum. En þeir komust aldrei á þann stað að þeir voru upp í opið að segja Jesús fremur ekkert kraftaverk, þetta bara orðrómar sem að fólk búið að búa til. Nei, þeir þekktu fólkið sem var búið að læknast, þeir sáu það læknast fyrir fram að sig, þannig að þeir gátu ekki fengið að afneita því, en þannig að þeir réðust á hvaðan fær hann vald til þess að gera þessi kraftaverk. Og hann því líka fyrirlitin og ítt frá. Það annars spádómur Messias sem mér finnst ótrúlega áhugavert. Út af því að þú ert með mörg 100 blaðsíður spádóma komandi Messias, það sem heil þjóð að bíða með eftirvæntingu eftir að þessi Messias komi, en samt spádómanir sem beinast að honum. Þeir segja að þessi þjóð sem að bíða með eftirvæntingu og spennt yfir komu hans, að þessi þjóð mun útskúfa hann og fyrirlíta hann og annað þess. Hvernig mun það eiga sér stað? Þú veist, ef þú ert að gera spádóm og ert að búa þig til spádóm, myndir ekki reyna að gera eitthvað sem auðvelt að framkoma? Hvernig getur þú gert heila þjóð spennta yfir einhver muni koma, en samt mun þessi þjóð líka afneita honum og fyrirlíta hann og útskúfa hann? Og við sjáum þetta til dæmis í Jesaja 53, við sjáum þetta í Sálmi 22, sést líka til dæmis í Sálmi 118, vers 22 þar. Steinninn sem smiðirnir höfnuðu orðin að hyrningasteini. Nú, þú kannski aðeins að stúdera þannig að þú ert ekki búin að kynna í Biblíuna. Hyrningasteinn eitthvað sem kemur rosalega oft fram. Það mjög margir titlar sem að eiga við Messias. Nú, Messias var vinsæll titill fyrir þennan lofaða einstakling á tímum Jesú Krist, og það hefur einhvern veginn bara fest við Jesú Krist. Til dæmis við köllum hann bara Jesú Krist, Jesús Messias, Jesús hinn smurði. En það í gennum allt gamla testamentið þá notað aðra titla líka, eins og sonur Davíðs og annað eins, og hyrningasteinin eitthvað sem kemur nokkru sinnum fram sem spádómar þennan Messias. Og hér í Sálmi 118:22 þá sagt að steinin sem að smiðirnir höfnuðu orðin að hyrningasteini. Nú, eitt af loforunum sem til dæmis gefið Serúbabel Sealtiel sinni, sem ég taldi upp áðan, hann þarf að vera afkomandi hans. Það ekki í Haggai versinu, heldur hinnu, að þar kemur fram að þetta fólk, þar kemur fram að í gennum hann muni koma þessi hyrningasteinn. Þetta líka sálmur sem að fólk vitnar í þegar það hrópar Hósanna. Það margir sem segja það. Þegar Jesús kemur inn í borgina í Jerúsalem á astanum og fólki byrjar að hrópa Hósanna, að þá margir sem segja að þeir að vitna í þennan sálm, Hósanna, þegar Jesús kemur inn í Jerúsalem á Pálmasunnudegi. Og það ótrúlegt hvað þessi öll saga tengist. En Messias hann svikinn, og hann ekki bara svikinn, heldur svikinn fyrir ákveðna upphæð. Nú, mér langar að fara í vers sem enn og aftur frekar illa þýtt, ekkert frekar, það mjög illa þýtt. Ég lesa það fyrir ykkur í íslensku, svo maður sjá, ég ekki með ensku biblíu hana. Sakaría 11, 12-13. Maður sjá.
byrjum bara á íslenskunni hérna, Sakaría 11:12-13. Þá sagði ég við þá, ef þið þóknast, þá greiði mér kaup mitt, en að öðru kosti láti það vera. Þá vógu þeir mér 30 sikla silfurs í kaup mitt, en drottinn sagði við mig, kasta þú því til leirkersmiðsins, hinnu dýraverðinu þú varst metin af þeim. Og ég tók þá 30 sikla silfurs og kastaði þeim til leirkersmiðsins í musteri drottins. Nú, lesum þetta núna á ensku, hvað er þetta hérna 11? Mjúta töluna minna svo ég sé ekki að fá eitthvað e-mail notification og eitthvað. So it was annulled on that day, and the sheep traders who were watching me knew that it was the word of the Lord. Já, þannig að þetta kemur fram í 12. og 13. versi. Stundum svona versin eru öðruvísi á milli íslensku og ensku byllunar. 12. versi segir þetta. Then I said to them, if it seems good to you, give me my wages, but if not, keep them. And they weighed out as my wages 30 pieces of silver. Then the Lord said to me, throw it to the potter, the lordly price at which I was priced by them. So I took the 30 pieces of silver and threw them into the house of the Lord to the potter. Nú eins og ég segi, eins og ég sagt nokkru oft áður, ég engin hebresku sérfræðingur og ég ekki að fara að vera að böggast yfir því að aðrir skildi ekki þýða Bibluna eins og ég myndi þýðana, en það sem ég get gert er að ég get lesið mjög margar til þess að enskar þýðingar út af ég kann ensku og ég get séð að allar þessar bibljur, til dæmis þessi English Standard Version var biblan sem ég var að nota núna, ég get farið í NASB, New American Standard Version, og ég get farið í New King James Version og King James Version og allar þessar mismunandi þýðingar. Ég get lesið 30 mismunandi þýðingar á ensku og þær þýða allar textan á sama hátt. Að þegar hann segir ekki eins og í íslensku þýðingunni, þá segir hann eins og þú varst metin af þeim, talandi Sakarías. Heldur í ensku þýðingunni þá kemur it seems good you give me my wages, but if not, keep them. Then the Lord said to me, throw it to the potter, the lordly price at which I was priced by them. Allar enska þýðingarna tala þetta á þennan hátt og allar þessar enska þýðingar eru með mismunandi sérfræðinga í hebresku sem eru búin að sjá að þýða þessar mismunandi þýðingar, þannig að ég er vitni í nokkur marga sérfræðinga og íslenska biblan bara þýðir þetta vess ekki vel. Þannig að Guð er að segja að það var sett verð á mig og það eru 30 siklar silfurs fyrir að svíkja mig. Það var verðið sem þeir gáfu fyrir að ná mér, að ná hefndum á mér. Þannig að taktu þessa peninga, segir hann, kastaði því til leirkera smiðsins, hinna dýruverði ég var metin af þeim á þýðingina vera. Og ég tók þá 30 sikla silfurs, segir, hann tók þessa 30 sikla silfurs, kastaði þeim til leirkera smiðsins í musteri drottins. Þetta er mjög sérstakt veð, svo þetta er af hverju leirkera smiður í musteri drottins. Nú er ég búin að skrifa hérna fullt af einhverjum punktum þýðinguna hérna, en allavega, þá var hann svikinn fyrir 30 sikla silfurs sem að Júdas gerir, hann svíkur Jesus og hann fær 30 sikla silfurs í staðinn, en áhugavert er að það kemur upp kastaði þeim til leirkerasmiðsins í musteri drottins. Og hvað gerist þegar Júdas svíkur Jesú? Nú hann svíkur Jesú, hann sér eftir því, hann vill ekki hafa peningana sem að hann fékk til þess að svíka Jesú, hann fer aftur inn í musterið til farisæana og biður þá að taka þá aftur því að hann vill ekki hafa þetta blóð á höndum sér og þeir, hræsnarnir sem þeir eru, segja nei, við getum ekki tekið við þessum peningum, þetta eru blóðpeningar, við getum ekki tekið við þeim, við getum ekki látið þeim musterið því að þetta eru peningar sem að þú hefur þénað á slæman hátt. Og hvað gerir hann? Hann kastar þeim á gólfið í musturinu. Nú, hann fer og hengir sig, líkið fyrir að rotna og verður þrútið, það endar með því að inneflinu hans leka út eða kannski greinin brotnar og hann dettur á steina og lekur út og nú er bölvun á þessum stað, þessu landi sem hann hengti sig á út af því að hann drap sjálfan sig þar og hvað gera farisæarnir sem að sitja upp með þessar 30 sikla silfurs? Þeir taka 30 sikla silfurs og þeir vilja ekki
vilja ekki nota það í musterinu, þeir nota þetta til þess að kaupa landið sem hann drap sig á og leyfa fólki að koma þar til þess að grafa ókunnuga einstaklinga þar. Ef það einhver einstaklingur sem átti ekki efna á gröfu hana eins. Og hvað heitir þessi staður? Það kemur fram í Mattheusarguðspjalli 27. kafla 7. vers. Leirkersmiðsakurinn. Og núna allt í einu, hundruðum ára eftir að Sakaría var skrifað, að þá skiljum við hvað hann á við. Hvað er hann að kasta peningum 30 seklum silfurs í leirkersmið sem í musteri drottins. En þannig að sjáum við allt í einu kemur þetta skýrmynd hvað Sakaría átti við þegar að Júdas svíkur Jesú. Hann hendir peningunum inn í musterið fyrir framan farisæana og þeir nota þessa peninga til að kaupa akur sem heitir leirkersmiðsakurinn. Ótrúlega, bara ótrúlegt að sjá hvernig þetta spilar allt saman. Allavega, þá var hann svikinn fyrir 30 sekla silfurs sem að Júda gerir. En svo koma spátumar áhrif Messias. Til dæmis í 1. Mósebók 49:10 þá talar hann að þjóðir heimsins munu koma á lofan. Að það eru fjarlægar landsálfur munu bíða eftir boðskapa hans eins og kemur fram í Jesaja 42:4. Hann verður ljós heimsins og veitir heiminum hjálpræði eins og kemur fram í Jesaja 49:6. Forfeður okkar tilbáðu til dæmis heiðna Guði hér á Íslandi. En hér er ég í dag og ég tilbyð Guð Ísraels, Guð Abrahams, Ísaks og Jakobs og Júda, og ég er hér í dag að tilbyða Guð Ísraels, Jahve, eins og ég held að nafn hans sé sagt, út af því að þessi einstaklingur kominn smurði af Guði, Jesús Kristur, Jesús hinn smurði. Forfeður mínir voru að tilbyða falsk Guði og fólk út allan heim hefur látið af sínum trúabröðum, hætt að tilbyðja hvað er idol á íslensku, ég veit ekki einu sinni hvað, ég er svo lélegur í íslensku, allavega, idol, það er hætt að tilbyðja falsk Guði og sneru sér til Guðs Abrahams og Ísaks og Jakobs, Guðs Ísraels út af þessum einstakling. Og það eru nákvæmlega það sem spádómarnir eiga við. Þannig að ímyndaðu bara hversu ólíklegt það er. Einhver einstaklingur sem er fyrirlitin af þjóðsinni, hann er drepinn og niðurlægður, en á sama tíma eru spádómar að allur heimurinn mun blessast fyrir komu hans. Allur heimurinn mun bíða eftir boðskap hans. Hann mun fara út allan heiminn. Þessi fyrirlitni einstaklingur og boðskapur hans til mannkins mun fara út allan heim. Pælið í hversu ólíklegt þetta er og sjáu svo hvernig þetta á sér stað í Jesú Kristi, og þetta eru spádómar skrifið mörg hundruð árum áður en að Jesús Kristur kemur, sem lýsir starfan, sem lýsir áhrifum hans á ekki bara Ísrael heldur allan heiminn. Getur þú ímyndaðir að standa, ímyndaður og sért á staðnum og þú ert að horfa á Jesú Krist vera krossfestan. Þú veist ekkert hvaða einstaklingur þetta er. Allt í einu kemur einhver sem er búin að fara í tímavél og hann er búin að ferðast frá 2018 og fer aftur á staðinn þar sem er verið að krossfesta Jesú Krist. Hann potar í þig, þú ert gyðingur sem lifir á fyrstu öldrinni, hann potar í þig og meðan þú horfir á þennan þjáða einstaklingu upp á kross og hann segir, horfðu á þennan gaur sem verið að gera gisað og sem er fyrirlitin, sem er að þjást, sem er verið að drepa. Nú eftir 2000 ár get ég sagt þér að þetta verður frægasti gyðingur allra tíma. Þessi einstaklingur sem þú ert að horfa á núna, sem að fólk er að gera gisað, sem fólk er að drepa. Milljónir manna út allan heim muni hætta að tilbyðja sína Guði og byrja að tilbyðja Guðs Ísraels og Jakobs og Júda út af þessum manni sem er verið að drepa á krossinum akkurat núna. Að út af þessum manni mun sagnfræði mannkynsins skiptast í 2 hluta. Þessi maður sem við erum að drepa og niðurlægja og útskúfa og hata, út af þessum manni þá verður mannkynssagan skipt í 2 hluta, fyrir Krist og eftir Krist, fyrir hans fæðingu og eftir hans fæðingu. Nú ímyndaðu að þú sért hana og veist ekkert hver þessi maður er. Myndirðu trúa því? Myndirðu trúa því að sá maður sem þú varst að sjá, sem var að vera að gesa, sem var að vera að myrða og pynta, sem að allir í borginni hötuðu, myndi vera frægasti gyðingur allra tíma, myndi vera sá einstaklingur sem myndi gera það verkum að allur heimurinn myndi byrja að tilbyða Guðs Ísraels, og að mannkynssagan myndi bókstaflega skiptast niður í 2 hluta, áður en hann fættist og eftir hann fættist. Það væri frekar ótrúlegt.
það væri frekar skrítið fyrir því að ímynda þér að þessi maður sem þú ert að horfa á þjást núna og niðurlæðan, að hann muni gera allt þetta. Og þetta eru það sem spádómar í Gamla testamentinu að benda á, að hann mun koma og hann mun vera niðurlæður og hann mun vera þjáður og hann mun vera fyrirlitin og útskúfaður, en líka koma aðri spádómar að heimsálfur, að önnur lönd út allan heim og aðra heimsálfur munu taka við boðskap hans, munu skilja Guði sína eftir og munu fara að tilbiðja Guðs, Abrahams og Ísaks og Júda út af þessum manni. Það var ótrúlegt. Hver eru líkunar á að bara þetta gæti gerst yfir höfuð? Og enn og aftur spyr ég, er einhver annar einstaklingur í mannkyns sögunni sem kemur til greina til þess að uppfylla þessa spádóma, og ætlarðu virkilega að halda því fram að þú getur látið þessa spádóma að fjalla hvern sem er? Það er ekki séns. Og ef þú heldur því fram en þá endilega búið til myndband og sendið það á mig. Ég var ótrúlega til í að sjá það, og eins og ég sagði seinast að þetta, ég hef séð einstaklingar reyna að gera þetta. Mormonar hafa reynt að gera þetta með að láta spádóma í Gamla testamentinu eiga við Joseph Smith sem að byrjaði mormonisman. Muslimar hafa reynt að gera þetta, að láta einhverja spádóma snúast Muhammed og annað eins, en það er bara hlægilegt. Niðurstaðan er hlægileg að reyna að láta einhverja spádóma snúast einstaklinga í mannkyns sögunni. Þú getur ekki fengið þessar ítalegu upplýsingar í neinum öðrum en í Jesú Kristi. Jafnvel ef þú trúir ekki því sem að Jesús Kristi gerði, þá verður að viðurkenna það að hann er eini einstaklingurinn sem kemur til greina til þess að uppfylla allt þetta. Það er engin annar einstaklingur sem kemur til greina. Nú, hér er eitt dæmi sem við sjáum í sagnfræði sem er áhugavert, eins og ég sagði áðan, að sagnfræði skipti fyrirfæðingu hans og eftirfæðingu hans, og það sem er áhugavert er að margir spádómar til tala hann sem konung. Nú, það sem að kristnir hafa haldið í langan tíma er að hann kemur fyrst sem þessi þjáði drottinn sem kemur til að frelsa okkur frá syndum okkar. Hann stígur upp til himna, svo kemur önnur koma hans, þar sem að allur heimurinn mun líðandi lok og ný sköpun mun hefjast. Nú, það er talað hann sem konung, og hann er konungur himnaríkis. En það sem er merkilegt, í gennum mannkyns söguna, áður en Jesús Kristur kom, áður en við fórum yfir í þetta kerfi það sem var talað fyrir Krist og eftir Krist, að þá var, ef þú varst sagnfræðingur, þú varst að skrifa rit og þú vildir láta fólk vita hvenær þú varst að skrifa, þá sagður þú til dæmis á 15. ríkisári Beltsasars eða Xerxes, hvaða konungur sem þú ert að reyna nefna á nafn, til þess að láta fólk vita í framtíðinni hvenær þú varst að skrifa. Og nú í dag þá er bara einn konungur sem við vinnum í, sem er Jesús Kristur. Að öll sagnfræðin er miðað við þennan mann, við fæðingu hans og komu hans. Mér finnst það bara geða töff, sérstaklega út af því að það eru margir spádómar sem tala hann sem konung. Við erum að gera það sem sagnfræðingar hafa gert í langan tíma gennum mannkyns söguna, til þess að segja á hvaða ári við erum að skrifa og annað eins, en við miðum allt við einn konung, Jesú Krist. Mér finnst það bara geða. Nú, við játum Jesú Krist sem konung í hvert skipti sem við notum dagatal okkar. Nú, í dag eru 2 milljarðar manns á jörðinni sem segjast tilbiðja Guðs Ísraels út af þessum einstakling sem þjáðist á krossinum. Það eru alls konar ábendingar og vísbendingar þennan komandi Messias í allri Biblíunni. Það eru sögur af fólki sem benda á líf Jesú Krist. Það eru fleiri spádómar sem við höfum ekki farið í. Fórnarkerfið allt bendir á Jesú Krist. Þú átt að finna saklaust lamb sem mun koma og það mun deyja fyrir syndir þínar. Og hvað er að gerast til dæmis á páskunum? Páskarnir voru hátíð gyðinga þar sem voru fagnað því að Guð leiddi þá út úr Egyptalandi, og þeir voru að fórna páskalambinu sínu eins og þeir gerðu í Egyptalandi. Þeir tóku páskalambið og letu blóðið á hurðar sínar til þess að dauði myndi ekki koma þar inn, og það var seinasta pláan sem að kom yfir Egyptaland áður en þeir fengu frelsið sitt. Á meðan það verið að fórna páskalambinu, þá var Jesús Kristur fyrir utan borgamúrin að deyja fyrir syndir okkar. Allt fórnarkerfi gyðinga á að benda á Jesú Krist, að það er einhver sem þarf að koma, eins og við sjáum í Abraham og Ísak og sögunni þar sem þeir fara á Móríafjall sem vorum að tala í seinustu viku. Þetta bendir allt til framtíðar, að einhver mun koma, og hann mun ekki vera bara eins og þetta lamb að við þurfum að gera þetta hverju ári eða fara eftir, gera þetta aftur og aftur og aftur. Hann mun koma, deyja í eitt skipti fyrir öll, og allt þetta fórnarkerfi sem við erum búin að vera framkvæma í mörg 100 ár er að benda á
þennan einstakling sem mun koma og hann mun vera hið fullkomna lamb Guðs. Og hvað sjáum við í Jóhannes Guðspjalli þegar Jóhannes skýrari talar Jesú Krist? Hann segir, sjá Guðs lamb sem komið til að bera burt syndir heimsins. Nú, þetta allt Gamla testamentið að benda á komu hans. Þú getur hort á sáttmálana sem að benda á Krist, musterið sjálft, hvernig það bendir á Jesú Krist, snákurinn á stönginni í eyðimörkinni þegar snákarnir koma og þeir býta og það sem Ísraelsmenn gera til þess að læknast er að horfa á stöngina sem snáku upp á og þeir eru að horfa þar og þá læknast þeir. Kletturinn með fljótandi vatn í eyðimörkinni, mannað frá himnum, Jónas í stóra fisknum sem bendir allt á Jesú Krist. En hér gagnrýni sem að margir hafa komið með, að þú getur farið í Gamla testamentið og láta þetta passa við hvern sem það ekki hægt. Ef þú tekur þessi spádóma og þú sérð hvernig þið vera ítalegir, þú getur ekki látið þetta passa bara við Abraham Lincoln eða einhvern, þú getur það ekki. Og ef þið langar virkilega að taka þér áskorun, farðu að lesa Biblíuna og komdu með niðurstöðan, gerðu myndbönd sem að þú lætur þetta passa við einhvern annan einstakling í mannkyns sögunni. Annarkvort Jesús Messias eða enginn Messias. Það enginn annar sem kemur til greina til þess að uppfylla þessa spádóma í allri mannkyns sögunni. Nú, ég enginn starffræðinörd, það einhverjir sem búin að taka að sér að reyna að reikna út með líkindareikni hverja líkunar væri að einhver einstaklingur gæti uppfyllt eitthvað af þessum spádómur. Það var prófessor sem heitir Peter Stoner sem vildi til dæmis reikna líkunar á því að einhver persóna gæti uppfyllt 8 af þessum messiönsku spádómum Jesú Krist. Nú, hann var mjög örlátur með líkunar greinilega, ég veit ekkert hvernig þú pælir í þessu líkum, hversu líklegt það að einhver komi inn í Jerúsalem og öll Jerúsalem byrjar að lofa hann, þú veist, það 1/200 eða hvað það? En hann allavega var mjög örlátur með tölunar, hann gaf því það að það yrði líklegast mun líklegra en það raunverulega væri. Nú, líkunar sem hann reiknaði var 1/10 í 17. veldi, það að segja að einhver myndi koma og uppfylla 8 af þessum spádómum Jesú Krist. Það 1/10 í 17. veldi, 1/10 með 17 núlum fyrir aftan. Ég veit ekki hvað svo tala heitir. Hann sagði það að ef þú fyllir Texas fylki í Bandaríkjunum, sem rosalega stort fylki, til dæmis stærra en Þýskaland í heilsinni, tekur silfurdollara sem svona svolítið stærri en sentin, 25 cent í Bandaríkjunum en frekar stórir. Þú tekur silfurdollara og þú þekur allt Texas fylki af þeim, en ekki bara eitt lag, heldur gerur það 60 cm hátt lag í öllu Texas fylki. Og þarna ertu komin, greinilega talan 10 í 17. veldi heitir greinilega quadrillion á ensku, þannig ertu komin með 100 quadrillion, þannig að talan 100 quadrillion, sem sama talan og líkindin á því að einhver gæti komið og uppfyllt spádóma Jesú Krist, 8 af þeim spádómum sem við erum búin að tala um. Við erum búin að tala um mun fleiri en 8 spádóma. Nú, svo áttu að labba í Texas ríkinu, ég búin að finna einn pening og ég búin að merkja hann með rauðum tús. Þú fær að labba eins lengi og vilt, en þú ert með eitt tækifæri til þess að teygja þig niður, bundi fyrir augun og taka pening, og það þarf að vera þessi peningur sem túsaður rauður. Það líkindir á að einhver geti komið og óvart náða uppfylla 8 spádóma Jesú Krist. Nú, ég tekkaði á þessu, ég kann ekkert starffræði, ég bara vitni í þennan gaur og ég ætla að halda mitt loforð við starffræðikennarinn minn frá því ég var yngri og ég sagðist ég myndi aldrei þurfa á þessu að halda og ég neita að nota starffræði. Nei, ég að tjóka. En það greinilega punkturinn þessi, það ótrúlega litla líkur á því að einhver geti komið og einhver geti passa við bara 8 af þeim spádómum sem við tölum í Jesú Kristi í Gamla testamentinu. Þeir spádómar sem skrifaðir líf hans 100 ára áður en að hann kemur, að þú tekur 8 af þeim spádómum og lætur það einhvern veginn passa við eina mannesku, líkurnar á því að þú náir í að gera það eru ótrúlega litlar. Nú, svo heldur hann áfram, svo tók hann fyrir 40 spádóma og einhverja líkindir á þeim, þá var hann komin í eitthvað atóm og eitthvað til þess að reyna að lýsa hversu stór þessi tala var. Og ég tjekkaði á þessum reikningum sem hann var að gera
og það var greinilega eitthvað sem hann hljómar mjög vel allavega, American Scientific Affiliation samþykti að þessi útreikningar voru réttir. Það geti bara verið eitthvað bloggsíða en alltaf hljómar að geta vel American Scientific Affiliation, en þannig að þeir samþykti það að þessi útreikningar hjá professor Peter Stoner væri rétt. Svo fer hann áfram og hann reynir að búa til líkunar á því að við tökum 40 spádóma Messias í Gamla testamentinu og það er bara óvart að passa við einhvern annan í mannkynssögunni og líkunar að vera auðvitað minni og minni. En punkturinn það er mjög ólíklegt og fyrir mér þetta bara ótrúlegt þegar þú ferð yfir alla þessa spádóma, bæði spádómana sem við erum búin að dvelja á hér í dag og í seinustu viku sem eiga við Messias, Krist, hinn smurða, Jesú Krist mér langar bara að lesa þetta, lesum bara hvað ég er búin að díla við hérna í seinustu 2 vikum. Númer 1, ég ætla ekki að telja upp, ég ætla bara að segja þetta í sinni röð og þetta eru svolítið margir. Nú, hann mun vera særður en hann mun sigra Satan, 1. Mósebók 3:15. Allar þjóðir munu koma til hans og hann verður ekki bara blessun fyrir Ísrael heldur allan heiminn, 1. Mósebók 22. Hann verður að vera afkomandi Abrahams, Ísaks, Jakobs, Júda, Davíðs og svo Serubabel Sealtíelssonar. Þetta á mismundi stöðum en 1. Mósebók 49 og Haggai 2 getur við notað til dæmis. Hann mun vera þekktur sem drottinn okkar réttlæti, Jeremía 23:5-6. Hann mun sjá fyrir fórninni á Moríafjalli, 1. Mósebók 22. Munið að lesa ensku þýðinguna þar. Hann verður að koma fyrir 70 árum eftir Krist, 1. Mósebók 49. Hann mun koma á lífstíð Jesú, Daniel, kapli 9. Hann mun vera konungslegur að hætti Davíðs, Jesaja 9:67. Hann mun vera spámannlegur að hætti Móse, 5. Mósebók 34:10-11. Hann mun ríkja eilíflega og ekki sigrast á dauðanum, 2. Samúelsbók 7:16-17. Hann fyrirlitin af þjóðinni sem bíður spennt eftir komu hans, Jesaja 53. Hann gegnum stunginn, Jesaja 53, á höndum og fótum, Sálmur 22. Hann fyrirlitin og útskúfaður, Jesaja 53 og Sálmur 22. Hann drepinn í opinberri aftöku en ekki afsíðis, Jesaja 53 og Sálmur 22. Það eru skipt klæðum hans á milli þeirra og kastað upp á þau, Sálmur 22. Hann deyr en lifir áfram, Jesaja 53 og Sálmur 22. Hann drepinn sem glæpamaður en lagður í gröf ríkra manna, Jesaja 53. Hann opnar ekki munn sinn til að verja sig gegn dóm sínum, Jesaja 53. Hann verður að vera drepinn fyrir syndir annara, ekki eigin syndir, Jesaja 53. Hann þarf að vera breytt úr honum og bein sundurgliðast, Sálmur 22. Þetta gerist við krossfestinguna. Hann þarf að vera fæddur í Bethlehem Efrata, Míka 5:1. Hann þarf að koma sendibúði sem undanfari hans og undirbýr fyrir komu hans, Malaki 3:1. Hann þarf að koma áður en að annað musterið eyðilagt 70 árum eftir Krist, Malaki 3:1. Hann þarf að koma inn í Jerúsalem á asna og vera lítillátur, Sakaría 9:9. Hann fæddur af hreinni mey, Jesaja 7:14. Kallaður Guð, Jesaja 7:14. Hann gerði kraftaverk, Jesaja 35 og 42. Hann svikinn fyrir 30 sikla silfurs, Sakaría 11:11. Peningarnir sem voru fyrir svik hans lenda í musturinu og leirkersmiðnum, Sakaría 11:12. Hann dýrkaður fyrirlitin, drepinn en dýrkaður aftur, ekki bara af Ísrael heldur öllum þjóðum, 1. Mósebók 49:10. Það talar að þjóðir heimsins munu lofa hann, 1. Mósebók 49:10. Fjarlægja landsálfur munu bíða eftir boðskap hans, Jesaja 42:4. Hann verður ljós heimsins og veitir heiminum hjálpraði, Jesaja 49:6. Punkturinn þessi, það engin einstaklingur sem kemur til fram, það engin einstaklingur sem kemur til greina til þess að uppfylla þessa spádóma nema Jesús Kristur í allri mannkins sögunni. Ef þú vilt reyna að láta þetta passa við einhvern annan, gangið vel. En fyrir mér þá þetta nóg fyrir mig. Og einu aftur, við erum búin að fara ítalegara til dæmis í Sálm 53 og 22 áður og við ætlum að halda áfram í þessu þema í nokkra vikur í viðbót, það sem við ætlum að taka fyrir
spádóma gamla testamentsins. Ég með eina tilkynningu að ég ætla að taka með smá jólafrí, þannig að við byrjum aftur eftir áramót og ætlum að halda áfram í þessu þema að horfa á spádóma sem hafa ræst, skrifaður mörg hundru árum áður en þeir eiga sér stað en svo eiga þessi stað. Og enn og aftur, þá er þetta ekki bara spádómar að einhver gaur með 2 augu og 2 eyru kemur og segir ykkur orð. Þetta er ekki svona geðveikt vítt og breytt sem að allir gæti uppfyllt. Þetta er eitthvað sem er mjög ítalegt og eiginlega sjokkerandi þegar þú lest svo sagnfræðina hvað gerðist sem uppfyllti þennan spádóm. En fyrir mér, það er engin önnur persóna í mannkynssögunni sem kemur til greina fyrir þessa spádóma. Ef þú ert með þá í huga, ef þú lest ekki Gamla testamentið og pælir í þeim spádómum sem eiga við hinn smurða, hinn komandi lofaða einstakling sem Guð er búinn að lofa að hann muni koma, það er engin annar sem passa við það, annar en Jesús Kristur. Sérstaklega þú pælir í bara, hann þarf ekki bara að dýrka þér af öllum þjóðum og allar þjóðir þurfa að heyra á honum, hann þarf fyrst að vera hataður og drepinn og fyrirlitin og útskúfaður, en samt einhvern veginn mun hann halda áfram að lifa og allar þjóðir muni heyra á honum og hann mun ríkja eilíflega. Engin annar. Ég elska að pæla í þessum spádómunum sem við höfum í Gamla testamentinu, en eins og ég segi, þá ætlum við að byrja aftur eftir áramót. Þangað til, þá langar mér bara að segja gleðileg jól, takk aðeinslega fyrir að horfa. Þetta er svolítið mikið efni, þannig að afsakið ef ég hafi verið að tala svolítið hratt, en Guð verið með ykkur, fagnið jólunum vel, munið af hverju við fagnið jólunum, út af því að frelsar okkar fæddist á ótrúlegan, yfirnáttúrulegan hátt. Það er alltaf verið geðveikt fyrir mig, fyrir mér sem krakki var alltaf skrítið, af hverju er ég að fagna afmæli Jesú Kristi en ég er að fá pakka. Svo áttaði mig á því, því ég kom til trúar, ég áttaði mig á því að trúin snýst í rauninu þetta. Ég fæ pakka sem ég á ekki skilið. Jafnvel þó að hann átti skilið pakkan. Hann gaf mér laust, hann kom til þess að deyja fyrir mig. Það er þetta fagnaðarendi að ég er ekki nógu góður til þess að eigna mér rétt á því að dvelja með Guði eilífð, en hann kom til mín þegar ég gæti ekki nálgast hann. Það er boðskapurinn sem við erum að fagna á jólunum, að hann kom til okkar, hann fæddist, hann tók á sig hold. Og ef þú langar að koma og fagna með okkur, komdu næsta sunnudag. Sunnudaginn núna, 23. þá erum við að vera með samkomu klukkan 10:45. Það er ein samkoma á þeim sunnudagi. Við ætlum að vera á ensku og við ætlum að dvelja á Matteusarguðspjalli í öðrum kafla, dvelja á þessari sögu holdgun Guðs og fagna því sem hann hefur gert. Þannig að ef þú vilt koma, endilega að sjá þig. Guð bless ykkur, takk aðeinslega fyrir að vera með og hlusta á mig bladra hér í klukkutíma maður. Klukkutíma. Það er ekki skrítið að ég er orðinn þyrstur. God bless you.